Herri, við erum með saman lagi á heilanum. Ég lofa Ég veit að þið gefið þér allt heiminn og stjörnurnar. Ég heyrði þetta eldsnemma í gærmorgun og ég var oft búin að heyra þetta lag í útvarpinu svona eitthvað út undan mér og það margir að tala þetta lag og allt það og ég ákvað bara að ég og þetta lag yrðum eitt. Þú veist, ég ætlaði bara að hlusta á þetta lag frá byrjun til enda og hvað hann að segja og allt það. Já. Ég bara komið smá óvart hversu gott mér fannst þetta lag. Já, þetta er mjög gott poplag. Ég fíla þetta líka. Þetta er mjög gott poplag. Nei, þetta er poplag sé eitthvað. Nei. En þú veist, þetta er vissulega einhver svona pínu fróða, skilur þetta er og ekki á neikvæðan hátt. Nei. Þetta er Það sem finnir þess að hvernig fólk notar oft svona poplag, þú veist. Já, eins og maður sé að downgreita. Basic er ekki allt sem að maður gerir og verður vinsælt er einhvern veginn á einhvern hátt. Já, sko, þetta er svo fyndið, af því að vanlega eru poplög þau stærstu í heiminum og vinsælust og best, en samt er orðið notað lög sem er einhverju svona, þetta er ekki alveg alternative rock. Þetta er ekki alveg eitthvað experimental techno. Mér fyndið, vorum að tala hérna áður við byrjum og þú sagðir hann samt ekkert mikið að nota einhverja reggi rödd. Varstu að búa sig að maður bara eitthvað Shaggy þetta er náttúrulega, þetta er bara reggilag. Gobba boy. Já, gobba boy. Ég er ekki með nógu góð reggirödd. Erum við að vera racist eða? Örgulega. Ég veit ekki, hættu því. Örgulega, cancelled, búið, podcastalinn er búinn. Nei, en ég hugsaði, þegar ég var að hlusta á þetta lag, ég var eitthvað, ég var cool ef að Maxi myndi Maggi úr Ambadama myndi, þú veist, það kemur út remix á þessu lagi af því að Maggi mér finnst ekki sko ofta stundum heyri ég Ambadama lög eða á tónleikum eða eitthvað og ég bara eitthvað fokk hvað hann með samfærandi reggirödd. Þú veist, hann líka sko hann var lengi í Svíþjóð. Jú, ég er ekki bara næstu í meiri Svíi. Jú, en þú veist hvað, það er líka alveg fáránlega kvítlað, þú veist, það er næstu eins og það var alltaf að segja að hann alltaf er alinn upp á Jamaica, hann er alinn alltaf upp í Svíþjóð. Þeir séu þekktir fyrir þetta eitthvað. Manst ekki hvað, sænska senan, hip-hop-senan, og líka bara tónlistasenni yfir höfur er huge, en manst ekki hvað var svona reggi-influensað hip-hop að koma sko, ég man, það er alltaf Loop Troop og Promo sem er mér efst í huga Petter og það eru fleiri sem ég Organismi 12 og eitthvað svona dót sem að það er eitthvað og síðan voru ekki Hjálmargaurinn allir voru þeir ekki svíjar voru ekki eitthvað tveir bræður jú, allir í Hjálmum eru svíjar sjátt á þetta á Herra Netsmjör og nýja blöðuna hans og Hjálma og Magga og alla svíjana og Hjálmar og Hjálmar já maður, hvað segirðu? Ég er bara ágætur þetta er fyrsti þáttur sem tökum upp á mótni til mér finnst það æðislegt, þetta get ég gert oftar ég er bestur á mótnana ég er mismunandi á mótnana getur við farað þessi genum bara rútuna þína þannig að segja mér bara þú náttúrulega vakna og barn sem að vaknar eflaust snemma já, ég vakna vanlega barnið mitt og hvað er þín svona hvað kemur þér í gang hvað var hinn fullkomni morgun en samt bara svona eðlilegt ég er ekki að tala um að kemur þyrla sækja þig og eitthvað svona það var fullkomið maður það var alveg fullkomið ég er að tala bara það er miðvikudagur þú vaknar hress hvað gerirðu næstu 4 tímana bara til að svona leggja línuna fyrir daginn? Sko mótnarnir mínir hafa allan upp á síðkastið verið sko nokkurn veginn þú veist, fyrir utan þyrluna það hafa verið nokkurn veginn fullkomna þegar ég vakna við að Una vaknar vanlega, var stundu vakna undan henni en
ég tek hana fram, skiptum hennar bleiu svo fyrir hún aðeins að leika sér og hún fyrir að borða og þá næ ég að kýla í mig svona 2-3 kaffibóllum jafnvel. Klara sér ekki bjórum. Nei, nei, bara 2-3 kolsvartir kaffi. Já. Hangsa aðeins, eitthvað aðeins að skoða tölvuna, svo fyrir hún söng og gefa hann að éta, bara einhver æðislegt moment okkar á milli, ég að borða einhvern hafragraut með chíafræðum og hún að borða sinn hafragraut með bönunum. Svo hún aftur þreytt, að hún barn og þau eru bara, fara bara svo aftur eftir 1,5 tíma og þá fer ég í ræktina og það fullkomindaður. Já, by the way, fyrsta sem ég geri, þegar ég hella upp að kaffið mitt, þá fæ ég mér þamba í svona 0,5 lítra af vatni, fæ mér svona gúllara af lýsi og já, þetta morgunrútína mín, hún fullkomin. Já, mér finnst þetta hljóma mjög vel. Já, vatnið sko rosa gott annað og líka bara, mér finnst svo gott að mæta í ræktina en mér finnst það bara gaman á mótana. Strax svo ég mæti upp úr hádegi eða seinnipartin, ég bara geta ekki að hata að vera þar. Já, ég vil byrja daginn hana. Það mjög gott, þá fær maður hressari og ég segja frá mínum að díal. Já, nákvæmlega, Gauti, hvernig þinn fullkonni morgun? Og það var nú vinu þinn sem að hann Helgi Sæmundur kendi mér fyrsta sem maður gerir á mótana. Að búa rúmið. Er það? Já, þetta en Jóhann ekkert, hún farin? Nei, sko Vanlega Salka í rúminu mínu? Ég búi bara þína hlið? Nei, ok, segjum að við förum bæði á fætur þá finnst mér kendi Helgi þetta? Já, þetta ótrúlega fyndið. Ég var hjá Helga núna á sunnudaginn og bara ekkert búið með rúmið það, svo ég kom bara miðan dag. Nei, svo ég tók eitthvað gott úr hans fari, tók það á honum skiptumst á. Okay. Nei, þetta er fyrir löng, þetta er þið bygguð þarna Rauðrastyrnum með eitthvað. Þá var, þegar við vorum alltaf að taka upp rapp þarna inn í svefnherberginu hjá okkur, þá var svona búið rúmi og ég man sem úlingur eitthvað að vera eitthvað bara búið rúmi eins og það var eitthvað að hugsa sjálf á það? Og þá var Helgi, já, mér líður bara miklu betur þegar ég er búin að búið rúmi og mér finnst þetta að vera bara þetta er svo mikill partur á rútínu en auðvitað, ef að Jóvanna er ennþá upp í rúmi þá fer ég bara fram og ég, eins og í morgun það er perfekt, ég vaknaði með sinni mínum fórum aðeins og horfum á Skrýpó ég skar einhverja melónu, fengum okkur báði melónu hans upp á þetta allt kaffi, vatn er alltaf fyrst sem ég fæ mig líka. Já, það er rosa mikilvægt. Stórt vasklas, C-vitamin. Það bara kemur allt í gang. Þú veist, allir lúpaður einhvern veginn innan, alveg bara, þú finnur það, bara heilin verður lúpaður og inniblin verður lúpaður. Miklu móttæki, ég veit ekki hvað maður er að gera á nóttunni, maður er greinilega ofanda svona mikið onni sig, sko. Þannig. Að því maður er svo... Þannig er það. Maður er andfúll og þurr í munninum og svona alls konar. Af hverju verður maður svona andfúll? Ég skil það ekki, af hverju verður maður ekki svona andfúll? Er það því að maður er alltaf að borða kóngulær í svefni? Er það ekki eitthvað það enga? Jú, eitthvað, já, að meðal, herðu, það er til, sko, nákvæmlega þetta sem við erum að tala var til rannsókn, býtu, sem var ég er ekki að fara með ráðmál. Það var sett fram... Ég er ekki að fara með ráðmál, ég fíl það. Það var sett fram rannsókn, að eitthvað sem var eitthvað, já, borðar að meðaltali 8 kóngulær í svefni á ævinni en rannsóknin var að það var settur á stað rúmor þetta, hvort að það myndi fara í róteringu. Í alvörinni? Ég held ég sé ekki að fara með rámól. Þú fullirtir að væri ekki að fara með aðeins að draga í land. Ertu að meina að rannsóknin sé í rauninni bara hversu heimskulum hlutum er að hægt að planta bara í vitund fólks einhvern veginn. Af því ég held til og með svo Íslandi séu að borða færri kóngulær heldur en í Ástralíu. Arnar, getur þú bara að fletta upp í flýti eating spider myth? Já, nei, ég fletti svo upp þegar þú var að tala með þetta og þetta er alveg rétt hjá Gauta. Er það ekki? Ja, þetta er bara að lega þess að ég held þetta að vera rétt. Bravo! En ég hef alltaf left mér að efinda. Ég hef aldrei verið að kaupa það eitthvað á Íslandi. Ertu bara að borða jafnmarga kóngulær og í Ástralíu, skilur? Ég ímyndað mér kannski væri þetta svona meðaltal allan heiminn. Þú veist, í Ástralíu þetta er kannski 27, á Íslandi kannski svona 2 og þú veist að meðaltali í heiminu væri cirka 8. En þetta er... Ef að kónguló skrýður upp í munna saman þú sett sofandi þá ertu ekki eitthvað byrjar ekki bara að tyggja hana og kíkja og af hverju fokkar þetta kóngulónu vilja fara þær eru heimskar maður, það er bara að segja eitthvað heitt og rakt og er bara ég ætla að búa það hvað er það alveg, fucking cozy man, nice ég meina dýr, þú veist, pöttur fara upp í eirunar og eitthvað
Já, ég ætla að segja að hún myndi sjá, nei, ég ætla ekki að fara, þetta er skinnhellir, en það náttúrulega ekki með eins skinn á við, þannig að þetta er bara... Þetta er skinnhellir? Já. Hvað orðið það? Fyrir hvað náttúrulega? Líka þær hugsa ekki skinnhelli, af því að skinn fyrir þeim það sem að... Það hugsa enginn skinnhelli. Þetta er ógeðslegasta orð sem ég sagði. Er það, þú veist, ég veit ekki sem segja. Er það raskat? Rassinn, ég hugsa að það er skinnhellir. Skinnhellirinn, er það raskatið? Dimmi skinnhellir. Pínu hot. Ég get ekki orðið harður hérna í beinni. Nei, við talum skinnhellir. Ég það fíla þetta, bara að þú hafði rétt fyrir þá var ég fekk gæsa og bara mér langaði bara getur orðið svona debunk þáttur sem að gera ekkert annað en að debunka hluti. En við verðum svona Penn and Teller þáttur. Já, við erum flotti Penn and Teller. Ég held að sé fullt af dóti eitthvað sem við höldum eitthvað svona random facts sem að voru í gangi langt áður en að interneti fór að vera þeng og fólk bara gleymdi að fact-checka. Já, sko, á þeim tíma sem einhvern veginn svona ég fekk allar mínar upplýsingar allan fróðuleikum heiminn bara aftan andrisblöðum. Það var alltaf anskot að skjáta. Ég man alltaf, ég veit ekki Manstu eftir ykkur það? Þú veist, nei, það var oft bara eitthvað svona heimsmyndabók Guinness-stót eða bara eitthvað rosalega eftirminnilegt að hafa mynda manni sem borðaði eitthvað, þú veist, kíló af málmi á dag og á svona mynda honum að borða teina á hjóli eitthvað. Teiknumynd. Nei, ljósmynd. Það er bara eitthvað John borðar málm og þú veist, hann á heimsmyndi að borða málm, eitthvað heimskulegasta heimsmyndi í heiminum. Já, og mannst ekki þetta voru svona heimsmynd. Offit steindaur í dag. Já, hann borðaði strætó. Eitthvað svona skrúu Ég veit ekki hvað borðaði strætó, þeir eru fyrir stórir en kannski hjól. Menn hafa borðað strætó, sko. Hvað meinarðu? Menn hafa borðað strætó. Ég hef séð mann borða skó. Bara þegar hann svo songur og átti lítið pening? Nei, ég var að keppa við Inga, vinn okkar. Já. Við vorum í GTA. Þetta byrjar ógeðslega vel. Þetta byrjar rosa vel. Já, og við erum í svona race og ég er í síðasta sæti og ég segi, hvað gerir hvað gefur mér að ég vinn? Það var engin sens. Þeir þekki að þeir eru í GTA og eru í síðasta sæti í einhverju race og það er liðin einhver tími, það er ekki sens að vinna. Og hann segir, ef þú vinnur, þá borða ég skó. Ok. Og ég vinn reysið og Ingi er maður svona orða og ég sagði, hvernig var framkvæmd þetta? Og ég sagði, auðvitað ertu ekki að fara að borða heilan skó. Við getum bara fundið út úr þessu. Hann eitthvað takk, veit ég. Já, kemur aftur á því það þarf enginn að gera neitt. Nei, það þarf enginn að gera neitt. En hann stóð við sitt og við klipptum tunguna úr Nike-skóm sem að vinur minn glemdi hjá mér. Yes. Hver? Ég? Nei. Hvað eru skotnir mínir? Það er í maganum og Inga. Og hann borðaði miðan. Hann borðaði svona lítinn bita af merkimiðanum. Sko. Kingdónum. Ok, það er lélegt að borða miðan. Og ég hugsa, já, en séu. Sko, ef ég hef lært eitthvað af svona heimildamyndum og bíómyndum, þá er mestanæringin í skósólanum. Í skósólanum, já. Þú sér það alltaf þegar menn eru mjög fátækir eitthvað í lestargöngum eða eitthvað, þá er það að hitta sér skósóla við eld. Já, það er þekkt ótt. En þú sér þarna og einu grín kvöldi það ef að segja hann hafi borðað svona 0,1% af skó og ef hann hefði haldið áfram bara svona eitt bita einu hver veit? Ég menn hann átt skó, þú veist, ef ég myndi borða eitt fingur af þér, þá var ég alveg ég borðaði mann. Já 100% ég manna þetta. Já, ég veit ekki. Þessi heimsmynd, af hverju ég skil ekki af hverju þetta gerir það? Af hverju fer maður í að gera eitthvað svona stúpir heimsmynd? Er það bara til að komast í bókina og þá er þetta alltaf svona conversation starter og þú getur sagt að ég borðaði nú þetta skó. Mætir eitthvað barinn með eitthvað. Ingi er ekki stoltur þessu bæði vei. Ég meiri segja að ég er nokkuð vissum hann eftir að skamma mig fyrir að segja frá þessu sko. Já. Er ég skildur rétt? Borðaði hann miðan af skó? Já, þú veist, það er svona... Miðan sem er svona inn í tunguna? Nei, jú, hann. Og er hann það bara búin að borða skó? Hann byrjaði. Hann er byrjaður. Og hver veit, mögulega er þetta kveikt einhverjar svona kendir innra með hann og mögulega er hann einhvern veginn alltaf bara núna
nagandi skó, Ingi. Ég vona ekki. Nei, nákvæmlega maður. Herru, ég var að tala eins það sem gerðist í vikunni. Það sem gerðist í vikunni? Hvað gerðist í vikunni? Ég er búin að vera í einu verkefni, búin að vera mikið frá, og ég er lítið búin að vera að opna fréttamiðla. Ég held að þetta hafi ekki endilega verið á Vísi eða neitt, sko, en hvað? Svo ég bara tók svo stóra sopa, bara. Á vatni? Já. Það er Facebook status sem var að ganga manna á milli kakó-seremoníu sem að fór. Sko, við höfum meira verið að tala svona, það sem ég vil meina séu svona tímalausir hlutir, draugar, töframenn og þannig, en núna þurfum að ræða fréttvíkunar. Já, við gerum þetta bara tímalausu umræðefni. Já. Ef við tökum bara aðeins þetta kakó fyrir, ég er með hennar status, Þetta er lengsti status sem ég sé á ævinni. Já, hvernig get ég tekið hann, að við erum ekki að fara að lesa, það tekur alveg örugglega hálftíma. Lestu bara the gist of it. Ok, en Ertu búin að lista? Nei, ég bara veit ekki alveg hvað það er að tala um. Nei, einmitt. Það er sem sagt... Lestu þetta allt. Þetta er sko... ég er að segja það. Ég las þetta heima hjá mér. Ég er mjög hraðleysin og ég sverða. Ég var í svona 25 mínútur. Er þetta bara nokkra blaðsjur? Þetta er lengsti status sem ég séð af henni. Var þetta bara linkur á Google Docs-skjala eða eitthvað? Nei, þetta er bara... Hann bara byrjar. Bara what's on your mind á Facebook. Og hann bara byrjar og hann hættir ekki. Ég ætla að reyna að lesa upp úr þessu og lesa bara í gegnum þetta, ekki allt. Þetta er að taka ykkur að parta. Ég veit heldur hvaða hluta þið langar að tala um. Já, en mér langar ekki að taka það úr samhengi og setja það pjúra inn. Þannig ég ætla að lesa allavega fyrsta hlutan og síðan getum við, förum inn í þetta. Við erum að eiga alltaf mjög tíma að tala um hvort ég lesa þetta. Það stendur hérna. Það er eitt sem mér liggur á hjarta og langar til að tjá mig um. Þar síðustu helgi fór ég í svo kallað helgarretreat. Aðilinn sem gerir þetta út setur þetta upp sem andlega og skemmtilega ferð með nokkru laufléttum verkefnum þar sem verður dansað og verið út í náttúrunni sem hljómar alveg vel og er rétt að nokkur leiti. Í þessari ferð er líka verið að gefa fólki hrátt kakó, stundum 2 á dag í svokölluðu kakóseremoníum og á kakó að vera einhver orkufæða frá guðunum sem opnar hjartastöðvar og framkvæmir einhver áhrif sem líkir til að vera ástfangin eða svo er sagt. Svo þegar fólk er búið að drekka hennan óþóra þá á að fara að ræða tilfinningar og dansa saman. Hljómar allt voðalega krútlegt. Ég uppliði þessa helgi ekki svona aðeinslega. Í fyrsta lagi langar mig aðeins að taka hrátt kakó fyrir. Og viltu heyra meira um þetta? Já, auðvitað, ekki þetta. Þetta efni hefur verið að reiðja sér sér á Íslandi á undanförnum árum og er mikið notað af svona andlegu liði sem notar þetta... Svona andlegu liði. Já, það er sko innan gæsalappa. Sem notar þetta efni sem einhvers konar hækju í sínum andlegu iðkunum. Þetta efni er gefið út fyrir að vera alveg skaðlaust og meira segja bráðholt fyrir líkama og sál og keppist fólkum að lofsama þetta efni. En því miður eru engar langtímarannsóknir komnar á þetta efni sem styðja við þessu rök. Þetta fólk einhverja hluta vegna gleymir alltaf að nefna að þetta svokallaða efni framkallar einhvers konar vímu og getur verið mjög ávanabindandi. Það er virt efni í þessu sem heitir theobromín sem er í sama flokki og koffín og hefur bein áhrif á miðtaugakerfið. Svo fyrir er ég með svakalega næmt og viðkvæmt taugakerfi líka. Þetta er líka mjög skaðalegt fyrir lifrina þar sem hún á mjög erfitt með að vinna úr þessu vegna flókina efnasambanda. En mjög auðvelt að selja með þessa hugmynd að þetta sé skaðalaust því þetta heitir jú kakó og minnir mann á jólin og einhver kósí heit. Elska jólin. Síðan ætla ég bara að taka hérna aðeins, fletta aðeins lengra. En þetta er, ég er að skilja þetta rétt. Þessi sem var ekki ánægð með kakóa. Nei, þú er einhvern greint það úr stílnum. Hann keypti köttin í seknum þessi. Ég verði eiginlega bara að halda áfram með þetta. Þetta er svo lágt. Já, ég fíli það. Við erum flott og rödd til að lesa. Takk fyrir. Ok, byrju. Ég lit segjast á trúði liði og nokkur sinnum búin að fara á einstaka viðburði þar sem drukkið var kakó, síðan sungið möntur og dansa allt gott og blessa með það.
Síðan þegar ég ætlaði að fara að sofa tók ég eftir ég var mjög tjúnaður, átti erfitt með að sofa, svaf laust og nokkuð skipti var með pínu óglatt. Síðan fletti ég aðeins neðar. Áður en við lögðum af stað seinni part föstudags var drukkið kakó. Á laugardaginn var drukkið kakó á morgun og kvöldið og aftur sunnudagsmorgun og svo líka mánudagsmorgun og alltaf sett í einhvern andlegan búning. Svo var stíf dagskrá alla dagana og mjög margt skemmtilegt en aðfaranótt sunnudags upplýði ég mikla aukaverkana af þessu kakói og líka aðfaranótt mánudags. Hvar síðan það sem mig langaði að fara inn í? Þú veist, þú eru lengi að finna það. En mér langaði að bæta inn í að, þú veist, ég bara að hlusta á þetta. Já. Ég ekki með myndefni en eitt hannig. Þetta hljóma bara eins og eitthvað svona sértrúarflokk. Sko, það náttúrulega líka þú veist, hvernig hann segir frá þessu. Já, þú veist, þarna þeir eru involverið þetta og þú veist, alltaf að setja í eitthvað svona búning. Þetta hljóma bara eins og þeirra svona sértrúargæðarnir eru að, þú veist, stunda kynlíf með eitthvað svona í svefninum út af því að Guð er að vinna í gegnum það, skilur við. Þú veist, að setja í eitthvað svona búning í staði fyrir að segja hvað þetta er. Ok, ég ætla bara að lesa hérna eina blaðsíðu viðbót. Þá kemur þetta inn á það sem við ætlum að tala um. Á laugardagskvöldinu var kakóserimónía og svo held ég 5 tíma sessjón þar sem við sátum og vorum að vinna eitthvað verkefni og sátum í grúppum að ræða mjög erfið og persónulega hluti sem tók mjög á andlegu hliðina mína og svo var dansað og einn einstaklingur úr hópnum sem var með efni sem var kallað rape og átti að vera rosalega andlegt og næs og var verið að bjóða fólki og ég sló til að prófa þið. Hann hins vegar ljáðist að segja mig það að það er mikið nikotínmagn í þessu efni sem hann blés upp í nefið á mér. Það skrifast líka á mig að spyrja ekkert út í efni og treysta bara blind. Það sem ég löngu hættur að nota nikotín fór ég í svakalegt nikotínssjokk og var líka með kakó í kerfinu og með óráði í smá tíma. Ég ber engan kala til þessa einstaklings en það gekk honum örugglega bara gott til. Ég svaf lítið sem ekkert nóttina, upptjúnaði með hraðan hjartslátt, svitnaði og var með skjálfta og hausverk. Mikið hugsanarugl í hausnum og litlar stjórnir á hvötum í sviga. Ég held ég að við runga mér 5 sinnum eða eitthvað og í framhaldinu datt ég í sjálfsvíkshugsanir. Ég er ekki að segja að þetta hugarástand hafi verið bein afleiðing kakó og rapjaneyslu en þetta er ekki óþekkt hjá mér, og þetta er ekki óþekkt hjá mér en það var óvenju erfitt að hafa stjórn á þessum hvötum og hugsunum þessa nótt. Ok, eitt ánum förum djúpt í þetta. Nennar að segja mér hvernig þetta rapi er skrifað. Það er skrifað eins og rape. Já, alveg. Bara alveg nákvæmlega eins. Já. Oh my god. Ég veit það. Og ég var ekki búin að spá í. Það var síðast setning eitthvað. Ég var búin að ávinnast rapi. Var það að segja bara rapi? Nei, þetta er sko R-A-P-J. Ok. Rapi. Þetta er svona frakki. Já. Þetta er nauðgun á frönsku. Þetta er flott orð. Þetta er flott orð. Þeir þurftu að bæta kominu frá hann. Og líka, ákveður ekki að segja bara kakó? Ákveður þetta að vera kakóa? Ég veit að þetta er sagt svona, en þetta er ekki Swiss Miss. Já, ég ger mig grein. Sko, ég veit ekki af hverju. Ég var alveg, þú veist, svona alveg, ég var alveg opið, þú veist, einhverju þess var okkur svona erfitt að tala. Ég ímyndaði mér að þú hefur alveg farað á svona kakóserimóni. Ég? Já. Já, það er þetta síðan sem ég myndi gera. Og einmitt. Veistu þetta því að allt sem að Gautur lesa upp, og ég ætla ekki að, ég dæmi ekki neitt, að fólk gera bara sem að sýnist. Nákvæmlega. En þetta hljómaði voða tilgerðarlegt. Já. Bara eitthvað, Mér langar að segja margt þetta. Ok. Og það eru, sko, í fyrsta lagi nú drekki ég reglulega svona kakó. Og ég ætla bara að kalla þetta kakó, að ég get ekki sagt kakó. Já, það er tilgerðarlegt. Það er dálítið tilgerðarlegt. Ok. Ert þú reglulega að drekka svona? Ég drakk bara síðast kakó í gær. Er ekki kona hinn pínu svona, var það hún sem kynnti fyrir þessu það? Nei. En hún ekki pínu svona andleg eða eitthvað þannig? Nei, hún já og nei, en samt ekkert to the extreme með það. Ég held hún sé frekar bara með ágætis rökhugsun þegar kemur að þessu. Ágætis rökhugsun. Nei, ég var bara aðalega að hugsa hvort að hún hefði verið svo sem kynntiði fyrir Nei. Ertu þá að mæla þetta konið? Því að þú veist, er ekki þannig að þú veist að einhver skamturinn er einhver, þú veist, og þú er með einhver 40 grömm cirka, einhver þessu hreina kakói. 40 grömm er alltaf mikið. Ég tek 20 grömm og ég blanda þessu við haframjólk eða möndlumjólk. Og er þetta ekki bara stút, eða ekki bara náttúrulega eitthvað fullt af einhverju drastlega, en þetta er stút fullt af koffíni? Og er alveg víraður eins og hann segir. Nei, það er nefnilega eitthvað, það er annað efnasamband sem að
sem ekki koffín sem samt í sama flokki. Já. Og mín upplifun svo af kakói ég hef aldrei fengið óstjórnlega hvatir og fróa mér mjög oft eftir kakóbolla. Hefurðu pröfað í ykkur svona seramóníu? Býtu, ég hef helling þetta að segja. Það sem ég upplifi þegar ég drekk kakó að ég verð bara orkumeiri, mér finnst þetta betra á bragðið heldur en kaffi og ég reynir stundum að svona bara... Opnar þetta þér hjarta? Nei, það engin guðir sem að mæta í hjarta á mér. Nei, ég ekki að meina það, ég meina bara svona farið einhverja þetta stútfullt af bara steinefnum og magnesíum. Já. Og verður glaðar, verður bjartari. Nei, það engin, mér finnst það vera algjör miskilningur eins og við þennan status að þetta sé vímugjafi. Vissulega, ég meina, ef þú myndir drekka könnu af motherfucking kaffi, þá ferði í vímu. En kaffi ekki vímugjafi? Þú veist, ertu að tala um þetta þannig að þetta bara basically sama flokki og kaffi, en ekki eitthvað eins og ayahuasca eða eitthvað? Ég myndi eiginlega flokka þetta í sama flokk og mín persónulega upplifun. Ég hef ekki lesið mér mikið til virkni kakós, einhver efnasambönd og bla. Mín persónulega upplifun svo að þetta virkar á mig bara eins og kaffi, nema ég fæ ekki kvíða ef ég að drekka þetta. Maginn á mér fer ekki rugl, svona eins og ég drekk svartan kaffi á tóma maga. Síðan hef ég drukkið þetta í aðeins meira magni fyrir svona hugleiðslu tíma. Og það hjálpa manni bara að slaka meira á en það má ekki gleyma einu, þetta ekkert fyrir alla heldur. En ég að miskildi eitthvað, mér varst þess að þú væri svona pínu að tjúna mann upp eins og var að nota þetta sem eitthvað svona koffindrykk. Já, ég get líst, í fyrsta sinn sem ég drakk kakó, þá keypti ég svona klump að því ég var búin að aðeins, þá var ég búin að vera í svona hugleiðslutíma og fólk var að tala um þetta. Þetta svona klumpur, svo kaupir, bara svona... Kaupir þetta á einhverjum götusala eða kaupir þetta út í búð? Ég kaupir þetta bara... Þetta náttúrulega ekki dólega, þú getur bara fullt að liði náttúrulega bara... Þetta bara í Snickers stikkinu að bara búið útþynna með sigri og mjólk og okkur drastli. Þetta er bara hreint kakó. Hreint kakó bara, og það náttúrulega fullt af fólki að flytið inn og bara get rich. Þetta er the hottest shit right now. Það þetta að fá þetta á alls konar. Og bara get rich. Ég held að þú sérð alveg á, þú veist, ég fari jafnvel eitthvað sponsordót eða bara sérð á Facebook, þú veist, fólk bara að vera bara, þú veist, þetta breytir öllu og þetta hjálpa með þetta og þetta og bæði við, ég að flytja þetta inn það sem fer í fucking töðunar á mér við alla svona umræði eins og með kakó, fyrir mér kakó frábært, breytir öllu? Nei. Lagar líf mitt? Nei. Lagar einhver vandamál? Nei. Þetta ágætis viðbútt. Þetta ekki bara, mér þú bara segir þetta skárinn kaffi? Ég upplifa þannig. Mér finnst svo ógeðslega grillað þegar eitthvað eitt tekið og það á að vera eina leiðin fyrir alla. En ég ætla að segja, áhrifin sem í fyrsta sinn sem ég keypti kakó, þá miskildi ég aðeins konceptu. Ég var ekkert búin að googla mig mikið gegnum það og ég drakk kakóbolla bara rétt orðin fór upp í rúm. Og ég get útskipt þetta nákvæmlega þannig. Ég og konan drukkum bæði kakó, sem fórum að sofa. Ég var ekki tjúnaður en eftir smástund fattaði bara ég glaðvakandi, skilur, en engin svona örvandi, ég fattaði bara, ég var mikið að hugsa og ég var ekkert á leiðin að fara að sofna alveg strax, af því ég drakk þetta rétt fyrir svefnin, alveg sem ég drakka kaffibollar rétt fyrir svefnin og ég get alveg ímynda mér að sko, það sem ég les út úr þessum status að þessi strákur hefði átt að fara til sálfræðings frekar en að fara í kakóserimóníu út á landi. Já, ég sammála því. Ég held að þessi leiðtogi, minnst líka bæði vegi, alltaf þegar komnir eitthvað svona leiðtogar í andlegum málum, þá finnst mér að missa marks. Það líka svo sértrúa. Já, og fara með, þetta auglýst, þetta skemmtiferð, eða ertu að laga málin, ertu að gera bæði, þú veist, ertu sérfræði menntaður í að taka á móti fólki sem kannski búið að lenda í áföllum. Já. Af því að alveg svo ég að lýsa fyrir því að ég hugsaði mikið ára fyrir að sofa en það var ekkit, ég upplýði samt ekkit rangt við það, en þessi strákur sem að skrifa statusinn
segir, þetta ekki óþekkt hegðun hjá mér en ég allt í einu átti miklu erfiðara með að stjórna hvötum og hugsunum og sjálfsögshugsunum. Þetta var kannski ekki, það má alveg vara við hlutum líka. Kakó ekki fyrir alla, koffín ekki fyrir alla, áfengisneysla ekki fyrir alla, en það þýðir samt ekki að ég ætla ekki að flokka fólk verður að finna það sjálfur sér, en það má ekki bara vera að selja kakó og preysa motherfucking kakó. Já, sem einhverja lausn. Það hljóð þegar þú ferð á svona retreat, þú hlýtur, þú ert þannig á þína ábyrgð eða ertu á ábyrgð þarna gúrúsins? Það er væntanlega sjálfsábyrgð bara. Ég myndi... Það verður að vera að þetta engin sérfræðing, það er bara einhver gaur að dæla í kakói og þú veist... En ég held þetta auglýst þannig að þetta muni opna þig og laga vandamáliðin. Og ef það í forskriftinni á einhverju námskeiði... Þetta bæta einhverju svona kannski inn í. Þetta mun kannski redda einhverju og kannski fyrir þetta vel í þig, en það gæti líka sökkað og þú gæti bara eitthvað endað. Ég fór í frábæran svona hugleiðslu tíma daginn og ég var illa blaður og mér langar að segja bara því að svona góð reynsla, ég fór í tíman og ég náði ekkert að hugla, þetta var svona, ég drakk kakó og þetta heiti Yoga Nidra, það svona djúpslökunar yoga og ég náði ekkert að hugla og mér leiði ekkert rosalega vel, en það var bara, ég var líka illa blaður og illa sofin. Eftir tíman þá fór ég og talaði við kennarann og hún var bara að spyrja hvernig var þetta á Dyrlu og ég sagði henni frá því og hún sagði bara, já, veistu, hún var ekki bara, nei, þetta rangt hjá þér, þú ert að gera það vill, hún bara, já, ég meina, við erum mismunandi upplöð dag til dag og auðvitað fara dagarnir mismunandi í okkur, skilur, stund, hversu móttækilegur líkaminn fyrir einhverju nákvæmlega núna, en mér finnst það sem að, ef það verið að selja þér það, að þetta opni hjartastöðarnar á þér fyrir guðunum og það verið að setja þetta í eitthvað svona brjálæðislega andlegan búning, þá finnst mér að vera að svíkja fólk. Já. Þá finnst mér að vera að svíkja fólk. Líka sko, þegar þú ferð í svona, þú veist, veltur ekki upplifun þín bara næstu því bara alfarið á því með hvaða hugafarið þú ferð inn í þetta. Að ef þú ferð skeptískur inn í þetta, ertu einhvern tímann að fara að upplifa eitthvað jákvætt. En ef þú fer inn í þetta og ert alveg, þetta mun breyta öllu, þú veist, þá breytir þetta einhverju. Þú veist, eins og með... Nei, ég held bara eins og, ég meina, að fer til sálfræðings og Já, ef þú fer til sálfræðings og þið langar ekki að vera sálfræðing, þá gerir ekki neitt fyrir þig. Ég held að koma alveg mega placebo-effekt af þessu, sko. Þú veist, ef þú ferði í eitthvað svona... Já, sérstaklega ef þú ert með þetta hugarástand, þú veist, að þetta muni opna hjartaðið fyrir ástinni í heiminum og allt það, og þú ert og það það sem þú ert að leita að og svo ert í þessum aðstæðum og það allir eitthvað að dansa og þú veist, orkan góð einhvern veginn, þá hlýtur það að vera það sem þú upplifar. En við skulum hafa hreinu, mér finnst ekkert að ég að fólk fari og dansi undir foss eða trítla á tánum einhver staðar. Heimurinn ljótur, það allt í hakki maður, gera það sem þú þarft til þess að finna einhvern frið. Eða hugleiða eða whatever, en ég mæli samt með því að bara fá þig vasklas þegar þú vaknar. Já. Og 5 kaffibollar mér finnst bara, sérstaklega ef þú ert að, og það bara staðurinn, það mikið af fíklum sem sækja í kakóserimóníur, ayahuasca. Mikið, er það svona óvirkum fíklum, skilur? Er það talað um það? Já, bæði. Já, ok. Bæði. Eru bara eitthvað svona kókain gæjar, bara eitthvað kakó? Nú ætla ég ekki að fara að tala með raskatinu, en, Gerða það. Talaði með skinngöngunum. Segðu hvað þetta snýst. Opnaði skinngöngin. Segðu þetta í samengi. Ég ætla bara að segja, mín persónulega reynsla af einhverju svona að finna út úr í hvernig mér líður vel og hvað hendar mér, hendar kannski ekkit öllum. Og það þarf, ef þú ert að selja, þú veist, rukka 130 skall fyrir einhverja helgi, ég veit ekkert hvað hann að rukka eða hver með þetta, skilur við? Æ, þetta ekki 130 skall. Kostar það pening? Þetta ekki bara í heiðmörk? Þetta náttúrulega business, business is booming. Mér finnst það spirituality og business á ekki samlið. Í vestræna heimi þetta bara business. Ég held að þetta fari ekki undir 50 skall, bara ekki séns.
En þú veist, þú kallar það væri svona gott að kanna þetta sko áður, þú veist, þú fórstur 130-50, ég væri alveg til að vita hvort það sé 39 eða bara, þú veist, 9.000 kall. Ég skal tjekka á þessu. En hvað hérna... Það sem ég ætla að segja, þú þarft að vera, ef þú ert að taka á móti fólki úr alls konar ástandi, þú veist, fólk sem er búið að lenda illa í lífinu, hvort sem að sé þunglindi eða þú veist að díla við áfengisfíkn eða geðsjúkdóma eða whatever, það þarf að fólk þarf sérfræði kunnáttu og það getur ekki eitt gengið yfir alla, skilur, gaurinn sem fór þarna til þess að líka fór sér Jónu og dansandi fórsetunum hafa gaman, gott og blessað, en ég trú ekki að þetta virki þannig að þú getur tróðið bara öllum saman og neitt fólk til þess að ganga sömu leið og þú og þá líðið vel í kjölfarið. Nei, ég held að það þurfi að vera hópur af fólki sem er ógeðslega til í þetta, til í að dansa, til í að drekka kakó, til í að fá sér Jón undir fórsinum og allt það, þá er þetta örugglega bara fucking geggjað, þú veist, ef allir eru á sömu blaðsíðu. Já, en síðan eins og en þú veist, eins og þú segir, ef þú ert að díla við dót þannig að þú ættir bara, þú veist, þú ættir hreinlega að fara að tala við bara sálfræðing eða hreinlega bara skoða einhverja lyfjagjöf eða eitthvað, þá ættir ekkert að fara í einhverja kakóseremóni og reykja Jónu undir foss. Í grunninn þá held ég með þessum gaur. Ég dýrka hennar gaur. Ég held með þessum gaur. Ég held að þessi gaur sé að segja bara hlut, þú veist, af því að þessar kakóseremónir hafa verið svo ógeðslega vinsælar og þú veist, og þeir sem eru hrifnir að þessu, þeir eru mjög vocal about it. Þú veist, alveg bara þannig að þetta er lausnin og ég hef ekkert út á kakóseremónir að ég hef ekkert út af þetta að setja, þú veist, að því að ég er alveg, ég peppa oft svona eitthvað svona andlegt ferðalega kjaftaði, fólk sem er leitandi og ég get alveg haft gaman að þessu, en þú veist, það er alltaf að fólk talar eitthvað eitt sem helvítis lausnina, það er ekki til, og er líka flytið inn on the site einhvern veginn, þú veist, þar fer ég, setja alltaf spurningamerki og ég bara, þetta sem þessi gaur er að segja, þú veist, Kakói fór öfugt ofan í hann og hann skrifar heillangan status þetta, ég held að margir hafi verið eitthvað mig langaði líka að segja frá þessu, þú veist, en ég hef kannski ekki þoraði af því að það eru allir að peppa þetta svo mikið, ég vildi ekki hljóma eins og neinn heitir, mér langaði ekki að segja að ég hefði rungað með 5 sinnum, en þú veist, hann bara took one for the team og var bara, herru, þetta er reynda bara fucking sökkaði, má ekki aðeins tala þetta bara sökkaði, bara drullu feit rungaði með 5 sinnum enga stjórnum hann skrifaði, ef ég hefði vitað að þessi status færi á svona mikið flug þá hefði ég kannski sleppti að tala með rungaði með 5 sinnum. Þetta er bara opið status og ég var til að segja öllum 800 vinum mínum frá þessu en ég fíla þetta mögulega er þetta Kakóið bara doing his work, hann er bara svo fucking opinn, bara þetta virkaði bara nákvæmlega rétt af hann er bara opna á kjaftaði sem hann var til og heil lengi hversu bítinn er titlingurinn að þér eftir 5 rung? Það er ekki hægt þetta lítur að veri var það bara eitthvað eitt session ekki röð hvernig er þeir bara skinnið af já, mér skildi það mikið núning sko, ég skildi þetta samt þannig að þetta hefði bara verið 5 sinnum í röð ég skildi það líka þannig í röð? Ég skildi þannig að því annars, þú veist, þú ert eitthvað hann bara, ég er eitthvað að leika fróa sér, færi það, heldur áfram ef þú rungar er 5 sinnum í reitt sólarhring þá myndur þú freka bara segja að þú veist, þú rungar er mikið eða eitthvað myndur maður þetta ekki bara alltaf að segja það og ég líka hann að áttam á hvar kemur þetta rungmálinu við, skilur það sem, já, ég meina það sem hann er að koma eitthvað yfir hann með kakóinu og hann fór bara runga sér fullu já, hann hefði eitthvað stjórn á kvötunum en það stendur samt að þetta er ekki þessi hegðun er þekkt hjá mér ég bara hafði enga stjórn á mér þarna en var það ekki tengt í að hann var með, þú veist, er ekki allir naktir í svona seremonjum? Var ekki bara fullt af einhverjum nöktur stefnum? Ég held að segja allir naktir. Nei. Alltaf guggurnar eitthvað á júlunum. Nei, þú veist, en ég er að tala ég fari inn á, ekki að fara eitthvað segja handalið, en ég fari inn á svona Instagram-account, það sem að ég er svona kakó-seremonjur einhverjar og fólki er bara nakið skilur mig og rúlar sér í grassinu og já, við skulum ekki
alhæfa. Ég ekki alhæfa, ég að segja, ég sá okkur Instagram bara svo að fara enginn að hlusta á þennan þátt og sé bara eitthvað, það að jólulegu maður eitthvað, sign me up maður. Það gott fyrir businessin líka. Það good for business maður. Nei, þetta það sem ég sá, auðvitað að ég geta alhæfa, það örugglega ekki skilda að vera nakin, en gæti það ekki spila hlutur kvölda nöktu stelpum að dansa og svo bara fer hann upp í rúm, skilur? Ég held að hann sé bara upp í rúm á grasið. En byrju, mér langar að lesa einn part af þessi viðbót. Rapi, dæmið. Nei, það sem hann talar sko hann talar, þetta svona daginn eftir. Ég kom fram síðastur af öllum á mánudagsmorninum, illa upplaður, beint í kakó. Svo var lagt á stað heim. Ég var ekki komin heim fyrir miðnætti. Að ég bara hugsa, ef hann kom síðastur fram, var hann einn í herbyggi? Var hann hérna? Ég að koma. Allir eitthvað búin að færa sig fram, þetta er fókin skrítið. Kom síðastur fram og hvar er þetta? Er þetta á hóteli? Nei, þetta hlýtur að vera bara eitthvað tjöld eitthvað stað, sko. Tjöld? Það er það sem ég sé fyrir mig. Ég sé fyrir mig að þau fara eitthvað, borga ekki, ok, ég ætla ekki að alhafa, en ég sé fyrir mig að þau fara bara eitthvað í náttúruna, skilur. Þau verður ekki að borga fyrir eitthvað land, skilur. Landið er okkar, veist ekki hvað er að tala um? Þau fara þangað þú getur ekki verið með 60 manns í hóp og þau tjalda og kemur lögreglan bara sko það væri svo auðvelt að kanna þetta sem við erum að segja núna það var skemmtilega að spekja já, þú veist, þeir eru báðið bara eitthvað að landatöku fólk og bara mætir þeir eru báðið bara einhverju blokk mæta bara eitthvað á túni hjá einhverjum bónda sem mætir út með haglabis og þau eru eitthvað, jörðin er okkar með þér þú áttu þetta ekkert en mér langar aðeins að summera upp allavega mína skoðun, þið bara skrifa undir hana viljið ekki. Okay. Ég held að kakó sé jákvætt ef það er bæði nota rétt og ég held að sé líka hægt að nota bara ég held ekkert, ég nota í hugleiðslu aðferðum og drekka aðeins meira magn og það nýtist mér í að hugleiða dýbra en ég held að sé auðvelt að misnota þetta eins og allt annað og sérstaklega ef það er fólk bak við eitthvað sem að veit kannski ekki nákvæmlega hvernig það á að vinna á hlutunum. Þetta er sko mest safe, ég svo ánægð með að orka því mig skrifa undir þetta, ég held að vera að fara að segja eitthvað sem var eitthvað svona vámlega, þetta er bara mest safe skoðun sem er hægt að hafa á öllu. Þetta er bara basically að segja að þú hefur ekki skoðun á þessu. Fólk á bara að gera það sem það vil. Fólk á náttúrulega bara að gera það sem það vil. Ég er alveg sammála því. Síðan má fólk bara fokka sér líka. Nákvæmlega það. Fólk má ég er sammála því. En líka þessi gæi. Fannst ykkur ekki hljóma pínu á þessu staði sem eins og væri bara ykkur gauðra með að byssa á hann? Það var bara svo vaknaði og þá bara annað kakó. Mér varst eiginlega frekar að hann væri mögulega skrifina status með byssum. Þú veist, hann er alveg brjálaður. Og svo náttúrulega líka, hann postar sko, þetta er sko, þú veist, ekki nóg með það að statusin sé bara, hann er svo ógeðslega langur. Ef þetta væri á pergamenti, þá myndi það svona rúlla út pergamenti. Það er svona papírus skjölum eitthvað. Já, pergament. Já, það er margir metrar, þú getur vafið þessu utan bygginguna sem við erum. Ég maður ekki. Mér þarf þetta hljóma sem hefur skrifað þetta með byssum. Sér hvað mér þarf þetta að finna. Já, en sko, og síðan í þokkabót, þá er hann með samskipti við þennan leiðtóka og hann er bara, herru, ég er bara drullu fokkin ósáttur maður og hann er, þú veist, og það eru síðan önnur eiginlega jafnlöng samskipti, þetta eru svona 14 screenshot af einhverju skilabóðum. Já, þar finnst mér finnst í grunninn þessi status er bara svo heiðarlegur hann er samt alveg, þú veist hann er á útdóknun og ég les alveg út úr þessu líka að hann sé kannski ekki endilega á besta stað í lífinu ekki besta en mjög open about it og er að ræða þetta skilur og minnst hann vera að segja jákvæða hluti og neikvæða hluti en síðan fær hann svo neikvætt viðhorf þegar hann er að reyna að benda á þetta þegar hann er að senda shamaninum Facebook skilur mér svo fyndi eitthvað shamaninu vil ekki heyra shaman á social media þetta er bara einhver gaur þetta er bara einhver gaur, það geti alveg svo verið gauti þú veist, hann væri þessi shaman þetta er bara einhver basic ass gaur og gauti þetta er ekki basic gaur, ok hvað þýðir shaman? Er það bara andlegu leiðtogi? Ég held að bara shaman definition það hljómar er svona shoutout í Shaggy-lagi shaman a person regarded as having access to and influence in the world of good and evil spirits
Akkurat, þetta hljómaði frekar rugla. Og þetta ekki, þú þarft ekki að fara, þetta ekki svo að fá svartabelti í jiu-jitsu, þá þarf ekki einhver annar sjaman að þig. Nei, þetta er rétt hjá Arnari, þú gætur bara titlaði sjaman. Já, ég held að þú þyrfti bara að nenni þessu. Já. Bara, þú gæti basically bara sest niður og bara, ég ætla bara að vera svona sjaman, og þú veist, fullt af fólki bara eitthvað það leitandi og til í þetta, og það myndi bara vera eitthvað, takk fyrir að taka þetta á þig maður, okkur vantaði fucking sjaman maður, það vantaði bara eitthvað leiðtoga. Vantaði einhver til að stýra þessu. Er það ekki grunnurinn í öllum kultum fólk sem er týnt og leitandi? Jú, bara absolutt. Var það ekki bara Charlie Manson gengi, var þetta ekki allt bara svona tvítugt hippalið leitandi? Jú, líka. Og hann var svona andlegu leiðtogi þeirra? Jú, en ég held að sé mikið tengt í að þetta er fólk sem kannski á ekki fjölskyldur, sér mig. Þú veist, eða þessi á ekki fjölskyldur. Jó, reyndar sko, þú veist, þú veist, eins og með Jonestown og fullt af kults, þá er þetta oft líka bara þannig að þetta er, þú veist, ungt fólk sem kemur frá góðum fjölskyldum sem bara er eitthvað svo opið og leitandi að það endar einhvern veginn á því að... Er það málið? Já, okay. Þú veist, það er líka þannig. En þú veist, þetta er bara fólk úr öllum stöðum í samfélaginu. Já, en svo má ekki neita því líka ef það hefur séð viðtöl við, og ætla ekki að alhafa, en viðtöl við cult leaders, þetta er oft bara mjög sjarmerandi lið og persuasive. Auðvitað. Já, ég trúi. Nei, þú veist, ekkit endilega auðvitað, ég hef líka alveg séð eitthvað cults það sem er, þú veist, bara eitthvað gæi sem ég fatt ekki að fekk eitthvað til þess að followa sig, en svo er önnum dæmi gæja, þú veist, eins og ég var að lesa gaur sem þykist vera Jesú, ég held að sé í Rússlandi eða eitthvað. Og það er bara heilt þorp sem bara tilbyður hann. Sem er í gangi núna bara. Já. Ég sá bara eitthvað væstátt daginn. Er hann töframæður? Nei, hann gerir ekki neitt sérstætt, en hann er mjög svona stóískur, skilur. Já, með einhverja geggjaða nærveru og ótrúlega yfirvegaður og sjálfsörgur og hefur bara að taka fólkin sem sumir hafa. Já, og lítur út þessu Jesú. Já, og það. Hann lítur út þessu. Það er svo lélega ástæða til að... Hann lítur út eins og Jesú. Fólk er sann svo grund að þyrfti ekki nema, einmitt, þú veist, hann lítur bara að vinna mikið með honum, eitthvað svona, hann lítur út eins og Jesú. En mér okkar bara spyrja ykkur einu, ég er svo forðan að heyra eitthvað teika á þessu. Ef að Jesú, gefum okkur bara allt, biblían bara sönn og allt þetta dæmis. Allt í biblíunni? Já, þú veist hvað þróunarkenningin ekki. Ok, ekki allt, Jesú var til. Og Jesú var sonur Guðs. Jesú dó fyrir syndir okkar. Ef Jesú kem aftur, haldið þið að hann myndi fá, þú veist, eitthvað almennlegt following, skilur, heldur að fólk myndi ekki bara svona, þetta er ekki satt, skilur, heldur að meiri hluti myndi trú á. Sko, ef hann myndi, eftir að meina hann myndi koma tilbaka og allir verður bara, þetta er Jesú. Hann myndi allir vita að hann væri Jesú. Nei, þú veist, málið er að það, náttúrulega, við verðum að gera okkur grein fyrir því að það eru alveg nokkri gæjar í heimi sem bara segjast veri Jesú. En basically til að reyna að átta maður dæminu sem setur upp, þá er ég að reyna að fatta hvort það sé að allir vita hann sé Jesú og það sé svona known fact, eða þá að þú væri bara núna, ég er Jesú og þú væri Jesú, ég er Jesú, og við varum bara, shut the fuck up maður. Ég er basically að tala með það, þú veist, ég er Jesú, ég er að tala með ég væri alvörni Jesú. Jesú? Nei. Er hann Jesú? Það væri bara, það væri ykkur gaur sem myndi bara segja, herru, ég er Jesú, skilur, og hann var bara, þetta var bara gæi sem var bara að gera eitthvað allt annað. Hann þurfti náttúrulega bara, eins og allir, bara er þetta bara að fá ekki sanna. Og ef hann tækist að sanna það. En hvernig myndi hann sanna? Hann er náttúrulega reborn, skilur, hann nýjum líkama, en myndi hann bara segja eitthvað svona leyndarmál Guð sem enginn veit? Nei, hann þurfti að gera... Það var náttúrulega ekki þetta fact-checka, það myndi ekki ganga að vera að segja hluti sem enginn veit. Hann þurfti að hann þurfti bara að breyta vatn í vín og það þurfti bara að láta Penn & Teller eitthvað. Þú myndir ekki trúa því það er fullt að gæja sem breyta þetta. Nei, sko, ef ég væri hérna með vasklas og ég myndi bara eitthvað abracadabra og það bara væri fullt af víni. Þá ertu bara orðin töframaður. Nei, sko töframaður væri með þannig brellu að það væri þetta að, þú veist, að skilja hvað hann gerði því. En þú veist, er það ekki þessum töframenn gang út á? Töframenn eru með einhverja brellur, en Jesú, halló, vil ég hlusta á mig? Ok, Penn & Teller, þeir eru með einhverja þætti það sem að þeir eru að taka mótið bullshit. Já, þú veist, taka mótið töframönnum og þeir reyna að skilja debunka ekki debunka, bara átt að segja því hvernig það var gert. Við bara fá þá og okkur að þegar við erum líka svona debunkaurar. Við fjórir. Við og Penn & Teller. Já, og Jesú myndi mæta og hann myndi bara eitthvað breyta sig í vínglas og við myndum eyða nokkrum dögum í að vera bara hvað fokk hann að gera hann og svo er þið niðurstaðan bara hann breytti vatninu í vín, það gerðist ekki neitt annað, hann er Jesú, af því hann er eini sem getur þetta. Hold your horse, og ég segi hvað myndi það gerast í kjölfarið?
það sem þú þyrftir að fara að gera síðan að útskýra fyrir fólki að þessi gaur væri alvöru gaurinn. Ég meina við erum náttúrulega íslensku Penn & Teller og alvöru Penn & Teller væru líka, þú veist að segja þetta, þú veist þá eru þarna konum 4 gaurar með frekar mikið credibility. Þetta alvörunni. Þú veist, hann þyrfti að fara í Joe Rogan. Ég meina, og hafði það hugfast að fólk alveg miklu einfaldara en þetta. Þú veist, við værum búin að sanna þetta. Oft þarf fólk ekki nein sönnunargögn, það bara trúir. En þarna væru við með sönnunargögn og gaur sem að lítur út eins og Jesú. Eins og málverkinu Jesú. Eins og málverkinu Jesú. Einhver hvítur síðari gaur með skegg. Sáu þið hvað kirkjur gerir daginn? Já. Ég get sagt að ég ekki stuðningsmaður trúarbragða. Ertu í þjóðkirkjunni? Nei. Ert þú í þjóðkirkjunni? Út algjör dýrkar Jesú. Ég endar í þjóðkirkjunni, en það bara... Já, ég veit að það bara byggt, en það senda mér linkan, ég get fara úr þessu. Já. Það er svo ofta að það er eina sem fólk þarf, bara eitthvað nennir að senda mig linkin. Þú getur senda hana lægi sem þú varst að tala um á YouTube og nennir að senda linkin hana úr kirkjunni. Það er svo ógeðslega auðvelt. Trú finnst mér frábær. Úr kirkjunni, burt með ykkur. Trú finnst mér frábær. Mér finnst trúarbragð alltaf vera algjört kjaftaði, en maður verður þegar einhver á skilir hrós, þá verður hann að fá hrós. Að því kirkjan setti upp einhver plaggöt af Jesú með brjóst daginn. Trans Jesú. Já, trans Jesú, og pælingin er basically að opna að verði sé hugafarsbreyting með kirkjunar varðandi hinsegin fólk. Já, bara flott. Og sem geggjað sko. En hérna... Ég ekki sé þetta, en þetta hljómar bara gott að blessa. Þetta er, já, þetta er... Er þetta hræðilegt? Nei, þetta er alls ekki hræðilegt. Þetta er bara hilarious. Ertu á móti þessu? Nei. Jú, þú ert á móti þessu. Ég heyri það. Ég er ekki á móti þessu. Nei. Þú vilt ekki sjá þetta? Nei, allt sem eitthvað lið sem að dýrkar Jesú í kublunum er bara, þannig er þetta. Arnar, þú séð upp á skjánum hérna. Nei, veitu. Verið velkomin í sunnudagsskólan. Sunnudagaskólan? Já. Segir maður það? Sunnudagaskólan. Segir maður það, er það rétt það? Það stendur að ná, já, maður segir það. Ok. Mér finnst... Þetta er fyndið. Ég dýrka það. Segir maður ekki sunnudagsskóli? Nei, sunnudagaskóli, hvað er þetta? En segir maður laugadagaskóli? Það er engin laugadagaskóli. Fólk hefur ekkert verið sátt við þetta. Já, þú veist, jú, fólk hefur alveg dýrkað þetta. Setta þess á myndin aftur. Ég dýrka það af því að fyrsta lagi hefur við aldrei séð Jesú Krist áður svona. Þetta er sko líka, þú veist, þetta er fyndið take á þetta, þú veist, þetta með að opna kirkjuna fyrir öllum, þá er þetta drullu fyndið take. Þú veist, það verður að gera það, já, sorry. Gamli. Þetta er fyndið take, mér finnst það líka alveg skemmtileg mynd. Þetta er ekki ekki. Nei, ég dýrka bara... Af hverju hatar þetta? Af hverju er þetta svona mikið mót þessu? Ég hati þetta ekki, mér finnst þetta bara svona smá eins og að... Selja nátæmið. Þetta er svona smá eins og að hérna... Eins og þegar fyrirtæki í kringum Gay Pride og allt það bara, þú veist, við styðjum bæði Gay Pride, gæðvett mikið, komið í fólk í búðun okkar, já, 1 ári, þú veist, er kirkjan að gera það? Mér finnst bara svo fyndið að... Þú veist, eitthvað svona málinn sem þau vita ekkert og hafa enga skoðun á, en þú veist, þau hendi þetta og eru það búin að einhvern veginn hreinsa samviskuna. Mér finnst þetta svo fyndið, þó að sé hérna... Hei, bæði vegi, hérna bókin sem er stút full af kvennhatri, hérna homofóbíu og eitthvað, mér finnst þetta smá bara svona eins og límið yfir það. Mér finnst þetta smá eins og, myndi sína með mynd af Adolf Hitler, nema það væri búið að setja hann í eitthvað... Og var raka skeggja hans. Já, þú veist, bara... Nei, sko, það er smá þetta sem ég var að hugsa, sko. Þú veist, bara með trúarbragð sem hefur verið svona... Biblían sem ekki fucking bullshit. Okkur kennir ekki bara eitthvað annað, okkur kennir ekki bara kærleik og trúa sjálf á sig og sjálfsábyrð og eitthvað. Já, djúhullir trúarbragð. En það er, sko, og respekt á það sem á respekt skilið og við verðum að, í staðinn fyrir að sé að vera að halda í gamlar einhverja staðlaðar ímyndir að samkynhneigð sé ekki í lagi
og bara fullt af hlutum sem að fylgja trúarbrögðum sem ekki í lagi, að það sé actually verið að skrifa það út með svona hlutum, það verið að gera það ég getur ímyndað hvað eitthvað frussandi reyður kirkjugestur. Ég stóð ekki eins og skoða, þú veist, komment og eitthvað svona. Það örugglega ekki komment þarna, en ég sá samt, það voru komment á Vísi þar sem fólk var bara, ætlið þið virkilega að fara að kenna börnunum að Jesú hafi verið homatitt og svo maður allir eitthvað, hvað hann að linkurinn til að skrá sig úr? Hvað hann? Núna þarf ég maður, núna þarf ég hann, ég hef þetta bókmarkan maður, hvað er linkurinn? Nei, það sem ég, þú veist, fíla við þetta, mér finnst þetta náttúrulega svona pínu bara svona, hei, sjáum hvað við erum sniðug, veist, og líma svona límið, þú veist, mála sko, ég held sko að boðskapurinn í grunninn er bara nettur, já, þetta er bara fyrir alla, já, þetta er bara, þú veist, þetta er bara næs, þú veist, þetta kemur póðið bara frá drullugóðum stað. Ég tólki þetta þannig, og ég vil líka ímynda með það, að ef allt þetta er satt, skilur, Jesú hafi verið uppi og bla bla, að þá væri Jesú this type of guy, skilur, hann væri til í að fara í öllu hlutverkin, hann væri til í þetta rugl maður, hann myndi koma tilbaka og þetta er það sem ég sé við snákulega þú veist, þessi mynd myndi einhvern veginn fá hann tilbaka og er bara eitthvað, núna eru þið komið nógu langt til að fá mig aftur þessi mynd. Þeir eru búin að vera miskilja mig en þarna, þessi grafík ég á júlunum að dansa you got it maður, ég stiði þetta ykkur er borgið, ég er komin maður, ég skal segja ykkur öll leyndamálin við ég breyta öllu vatninu allir fullir ég til að gúttera trúarbröðin ef þau eru móttækileg fyrir öðrum trúarbröðum ef kirkjan það er ógst að fyndið að trúarbröð eru bara basically eins og okkur gengi skilja mig, þetta var svona turf wars alltaf að rekrúta eitthvað lið og alltaf að gera eitthvað fyrir sig og þetta er alltaf líka eitthvað veist, mér finnst bara basically að mér finnst bara að Biblían og Kóraninn og allar hérna bækunar ætti að vera vinir bro. Ég veist bara ef að fólk getur setið hlifið lið og vera alveg, já ég trúi þetta, já þú trúir þetta cool maður, trúir þetta ég held bara að við erum eiginlega með réttu bókina þetta er að sama og að vera með eitthvað sjaman eitthvað að vera að fróa sér einhvers staðar undir einhvern foss og vera með eitthvað sjaman að leiða það í gegnum fróa sér 5 sinnum undir einhvern foss að þá held ég að leið og komin með eitthvað leiðtoga sem leiðir þig áfram í trú að því trú er eitthvað sem þú þarfst að finna bara innra með þér veist, við vitum ekki fokkin raskat mér finnst jafn stúpid að segja að það er engin guð eins og að segja að það er guð minnst bæði rökin finnst okkur, að því við höfum ekki hugmynd um það já, eina sem að ég væri til að bæta inn í þessu umræðu er að ég er 100% sammála því, við höfum ekki hugmynd um það en mér finnst hæpið að King James og okkur gæjar í Galanda hafi bara haft hugmynd um það heldur, skilur og hefði getið bara haft authority til þess að skrifa bara eitthvað bók sem allt mannkyn á að fara eftir mér finnst þetta er pínu absúrt pæling ef ykkur gæji, tekja á þessu ef ykkur gæji bara, herru, ég kom með bókina, skilur svo, þetta er bókin ég er búin að vera hérna að drekka kakó og Nei, þú veist finnst ykkur þetta ekkert tjúlla, skilur það er gæji sem skrifa þetta, þú veist, held ég bara 100 árum eftir að Jesú deyr er þetta ekki þannig, meir en 100 árum eftir Jesú deyr og svo eru alls konar renditions og King James útgáfan er svona svo vinsælasta og bara tala um að þetta er vinsælasta útgáfan á einhverju, segja mig það að þetta er ekki holy truth, skilur mig þetta er bara eitthvað svona guidelines holy lie am I right? Þú veist, ég held á sín tíma að það hafi verið gert bara til að create ykkur guidelines í heimi sem er bara allt öðru sem þessi 100% en þú veist, að það þyrfti einhvern veginn tæknilega séð, ef Biblían ætti að ganga upp þá þyrfti hún að vera uppfærð já, en það sem gerist þetta er náttúrulega bara snildar tól til þess að stjórna hóp af fólki en trúarbrögð eru ef strípar þau niður og strípar þau alveg niður þá er svona grunnurinn svo sami ég held að intenti hafi verið gott sko. 100% og ég er ekki svo neitt ég held að flestir sem að sæki kirkju séu ekki vont fólk nei, örugglega bara svona betri en svona
Svona ætla ekki að segja betur en allir hinn. En ok, halda á. En þú veist hvað er að tala en það þessi miskilningur og þessi yfirskrift til dæmis, sorry, ég sé alltaf að nefna bara sama dæmi, en það náttúrulega bara, hefur verið miklu fordómar til dæmis fyrir samkynhneigð og fólki sem hinsegin og það sem að gerist að það laðar þá að fólk sem basically með þær skoðanir og fyrir að skýla sér bak við trúarbröð og það fokkin hættulega mjög góð punktur. Damn straight, ég elska þetta þættin ofta enda á einhver svona woke ass skauta að fara á flug woke ass skauti maður þetta er bara gott já, endur myndi bara já